Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða. Heyrðu, já, takk strákar, það var mjög gaman að hlusta á ykkur. Já, ég heiti Ari. Ég væri til í að hitta þessi 11% sem treyst ekki internetinu. Það er að sjá hvernig það fólk lítur út. Ég kem svona markasmegin frá. Ég er ekki svona þeirra megin. Ég er dreginn að borðinu þegar það er búið að setja upp heimasíðu og það heimsækir hann enginn. Og allir bíða bara heima og ýta á reset og það gerist ekkert. Þá er ég svona fenginn að borðinu. Það gladdi mig gríðarlega að heyra með stöðugildin og vefstjórana. Það kom svona 10 ára tímabil sem þeir voru einhvern veginn bara teknir út. Við ætlum bara að redda þessu í söludeildina eða Jón Tölvumaður eða eitthvað ætla að redda þessu. Ég líkti svo oft við ég á 2 dætur sem komu til mín og sagði pabbi okkur langar í hund. Og þegar maður á 2 dætur þá getur maður ekki sagt nei við því og ég útskýrði fyrir þeim, já þið vitið það þarf að út með hann 4 sinnum á dag og það þarf að taka upp eftir hann skítinn og þau er rosa ábyrgð, já við munum standa við það. Þær áttu sérst hundinn í 8 mánuði og ég átti sérst hundinn síðustu 12 árin. Og heimasíðan hefur verið þar Það hafa allir rosalega svona áhuga að koma að Excel-skjalinu stóra þarna. En síðan þegar hún er komin upp og það þarf einhvern veginn að vinna við þetta, þá er einhvern veginn bara, nei, ég þarf að skila vídeóspólu. Þannig að það ætlar enginn að fara þangað. Ég vil einfalda hlutina mjög mikið og ég er búinn að sýna þessa glæru eiginlega í 10 ár og ég vil skipta þessu í þessa svona 3 fasa og við í dag núna erum búin að vera að tala þennan fasa og þið þekki hann eflaust betur en ég en það er náttúrulega allt sem að því kemur hönnun, texti og myndir og vefsíðukerfið og öll þau svona challenge sem þeir eru búin að vera að ræða hérna í dag. Nú þegar heimasíðan er komin upp þá þarf að huga þessu að því heimasíða, ég er strax farin niður, ég get ekki. Heimasíða án umferðar, hún er algjörlega gagnslaus. Þá þarf að huga því náttúrulega hvernig ætla ég að fá þessa umferð. Og mér var gaman því að hann ræddi bæði B2B og B2C að það, sérstaklega eins og í B2B er oft svona mikið challenge einhvern veginn að ná til kúnnana einmitt öðruvísi en bara hringja eða senda e-mail eða annað. Nú, það þarf að velja og þetta þarf auðvitað bara að vera í samræmi við þá markaðsáætlanir og auðvitað þá markmið fyrirtækisins. Nú, 3. fasinn sem er í raun og veru langmikilvægasti fasinn og þess vegna fannst mér ekstra gaman að heyra og sérstaklega dashboardið með öllum tölunum fyrir mér er það bara klám, skiljiði mig. Þannig að menn sé að mæla árangurinn en þá kemur akkurat að 3. fasanum sem er eiginlega mikilvægastur. Það er það að sé búið að setja markmið, þá er ég ekki að meina bara markmið fyrirtækisins, heldur markmið með heimasíðunni. Auðvitað haldast þau alveg í hendur en þau geta verið jafnvel fleiri og öðruvísi heimasíðumegin. Að markmið er ekkert endilega bara við ætlum að selja eitthvað. Það getur verið svo margt annað, það er að niðurhala einhverju eða horfa á eitthvað, hlusta á eitthvað eða lesa eitthvað eða hvað sem við viljum að gestir geri. Allt of fáir í þessum fasa sem ég teki eftir, af því að þessi fasi hann er oft svo þungur, það er allt of fáir einmitt að nota notendaprófanir eða breyta einhverju eftir þetta komið á stað. Ég eftir 10-12 ári í þessu þá held ég að ég geti sagt að það eru bara 2 fyrirtæki sem ég hef unnið með sem hafa nýtt sem notendaprófanir alveg í þaula. Og þá er ég að meina að þegar lagt er af stað og það er eitthvað ekki alveg að virka að þú prófar 2 útgáfur af sama hlutnum, sendir umferðin og AB-testar. Því í dag er í raun og veru þessi tækni orðin miklu auðveldari en hún var fyrir 15 árum. Þannig að allar breytingar sem eiga sér stað hér og hér, af því við viljum alltaf vita hvort að þessi fjárfesting og þessi, fyrirgefið því sem standið hérna, þið bara verið að horfa þarna, við vitum aldrei hvort að það sé að virka þessi fjárfesting nema að þetta segja okkur hérna. Ég fæ aldrei eins mikla græna bólur þegar einhver segir við ætlum að breyta síðu af því okkur finnst blái liturinn ömurlegur. Eða af því að samkeppnin var að fara í nýja síðu þá ætlum við að fara í nýja síðu.
mælingarna hérna eiga alltaf að segja okkur hvað við ætlum að bregðast við hérna og hérna. Allir með þar. Nú, bara þessi einfalda hlutana ennþá meira, að hvar nægi þetta fólk? Af því mitt fag náttúrulega að ná í fólkið, koma því inn á síðurnar hjá strákunum svo allir kaupi meira. Þannig ég mun taka nokkuð dæmi, ég ætla ekki bara að þusa svona við ykkur allan dag, ég ætla að sýna ykkur hvað ég að gera í vinnunni. Þannig að þetta svona þrjár kökur, í raun og veru svona 3 blokkir sem við getum nálgast kunnan, eða það sem við erum að gera á internetinu. Þannig að það eru bara social, surf og search. Við erum í raun og veru bara social, Facebook og allt það. Það er surfið, það eru bara fréttamiðlar og heimasíður, áhugamálin okkur og svoleiðis, og síðan þegar við erum að leita af ykkur. Og með því að ná til dæmis, við veitum öll hvað retargeting er. Rétt upp hann sem veit hvað er. 2. Það eru vondar fréttir. Nei. Retargeting eða remarketing er það sem þið þekkja alveg pottet úr ferðainanum, að þeir skoðið hótel í útlöndum, farið sín á YouTube eða gera eitthvað annað, þá eldir fólk ykkur. Það er remarketing, bara svo það sér hennu. Þannig að við þessa köku, að þegar ég leita vöru eða þjónustu, sýn ykkur áhuga, að það þýðir þannig að ég ætla að kaupa strax. Ef ég ætla að kaupa með rándýrt hjól, þá þarf ég að spyrja konuna mína fyrst. Þannig að ég googla í vinnunni, sem fer ég heim, og þá eldur mig. Ég fer á Facebook, ég sé ykkur. Þetta er bara þetta brand awareness. Þannig að ég gleymi ykkur ekki og held áfram og in the end fer á síðan ykkar og kaupi. Þannig að ég get nálgast ykkur í raun og veru á öllum þessum stöðum. Þið leitið að mér, ég birtist þér, ég fer á þig og kaupi. Nú, upplýsingarnar sem eru til staðar í dag eru svo ótrúlega margar, þannig að prófílinn, prófíl markashópsins, hann er orðinn svo mikill. Við getum í raun og veru narra niður eða búið til prófílinn á svo ótrúlega einfaldan hátt. Af því það sem ég get í raun og veru vitað þig er allir þessir hlutir. Hvar átt heima, kyn, aldur, hvaða áhugamál þú hefur og hvort þú sért með iPhone eða Android. Þannig að ég get í raun og veru flysað í burtu allt draslið á svo mjög einfaldan hátt. Þannig að aftur, þetta starf er alltaf skilvirkara og skilvirkara. Þannig að ég ætla að taka, já, þetta áttum að gera svona. Bíðið bara, þetta er að koma. Svo mælingar, þannig að mér var gaman að sjá að þeir eru að mæla, en mælingar það getur verið bara svo margskins. Þetta er ekki bara að opna Google Analytics og horfa á forsíðuna, spá í bounce rate eða eitthvað, þetta þarf alltaf að vera eitthvað markmið og markmið getur verið svo margt. Það er að hvaðan koma notendur, herferðirnar, markhóparnir, hvaða vefborðar eru vinsælastir. Mér varst nú gott á hana því að hann sagði við erum með góðan samning við birtingafyrirtæki, en í dag getum við náttúrulega vita nákvæmlega niður á borða, hvaða borði skila okkur nákvæmlega viðskiptum með því sem ég vildi gera markmiðum á heimasíðunni. Þannig að í raun og veru mælingar er í raun og veru engin hindrun lengur. Í raun og veru mælingarnar eru of miklar ef eitthvað er, en það þarf bara að narra niður og við viljum vita nákvæmlega hvað er að gerast. Og auðvitað hvaða leitarorð er að finnast á okkar síðu. Þannig að ég ætla að taka eitt dæmi bara, af því ég er náttúrulega pínu svona litar að ferðadótinu. Ég ætla að vera með eitt dæmi núna sem er ferðatengt og annað sem er svona B2B tengt. Það kom sem sagt bílaleiga og við getum alveg kannski orðað þannig að bílaleiga er ekkert sérstaklega sexy fyrirbæri sko. Og þeir höfðu náð í alla sína viðskiptavini í gegnum Google. Við erum með Google auglýsingar fyrir þá og þannig náðu við öllum viðskiptavinum þeirra í gegn og það gekk ágætlega. En við vildum svona búa til fleiri kanala eins og þeir voru að segja og þá var ákveðið að fara í leik, ef við getum kallað þannig, að allir sem komu á bílaleiguna fengu afhentan bánsa. Þetta er ekki lundi, þetta er geirfugl, ekki dæma mig.
og leikurinn var þannig að saga geirfuglsins var öðrum megin en hinum megin var það þannig að þú áttir að taka mynd af geirfuglum í ferðalaginu á meðan þú varst á bílnum. Og flottustu myndirnar eða vídeóin, hvernig sem það var, þú gætt unnið leiguna tilbaka, þannig að það var til mikils að vinna. Yfir 1000 myndir og 30 vídeó, meiri hlutin fær like og share og komment og allt svoleiðis. Þannig að fá feedback gekk mjög vel. Þannig að af hverju í raun og veru erum við að þessu? Jú, það er til að auka sýnileika á bókanir í gegnum netið. Af því að þetta er þessi nýja leitar vel að bestum. Það sem við erum að græða hérna og ástæðan við fórum þessa leið er einmitt þetta með vefstjóran og stöðugildi og allt þetta að okkur vantaði efni. Það var númer 1 og 10. Okkur vantaði meira efni inn á síðuna og meira efni að vinna með og deila. Við getum ekki sendt ljósmyndara eða bloggara með hverjum einasta manni sem fikk bílaleigubíl. Þannig við sendum það eiginlega í bara til kúnnans. Þannig að kúnninn skilaði einmitt 1000 myndum ásamt fullt af kommentum og deildu sjálfir. Þannig að fyrir vikið urðu organic bókanir, þar að segja þeir sem googluðu og notuðu ekki auglýsinguna heldur googluðu okkur jukust 93% milli ára. Direct bókanir, það sem beint inn á síðuna, jukust 25%. Þannig að algjörlega var þetta success. Sömu aðilar í dag, ég tók ekki það dæmi með mér, sömu aðilar í dag eru að gera þetta á sama hátt í raun og veru án bánsans. Þá segja þeir kalla það camper stories, þeir eru með svona camperbíla, svona litla húsbíla og þeir segja sá sem skilar besta blogginu og myndunum, hann fær ókeypis fær leigunum sína endurgreidda. Hér er nefnilega verið að gera á svona kannski aðeins annan hátt eins og þeir voru að segja að það efnið er alltaf svona stæðsta fyrirstaðan. Það er ekkert mál, ég stend ekki aðvana og segja ekkert mál að gera heimasíðu, en ég er að segja minnsti rammin, minnsta vandamáli kannski að gera ramman, en allt efnið og data sem þeir voru að tala og fá það allt inn, það er svona challenge. Og hérna er svona verið að fá það hálfpartinn á silfurfati, en ég teka fram að það er ekkert ókeypis, af því það þarf náttúrulega að endurgreiða og það þarf náttúrulega að setja þetta inn og annað slíkt. Þannig að þetta er svona ein leið, af því ég vildi ekki halda hérna rosa langa ræðum það hvernig við ætlum að nýta okkur leitavélar eða vefborð, af því ég held að þið þekki það öll flest. Þannig að þetta er svona ein leið. Þetta fer í gang sjálft. Wait for it. Herferðin sem ég tek þátt í með auglýsingastofu sem heitir HN Markaðssamskipti, það var fyrirtæki sem er Katla í þessu tilfelli, að þeir voru með vöru, svona B2B vöru, sem var ótrúlega svona lítill markhópur en marginar mjög stór. Fattu ég hvað ég er að segja? Þess að ég spurði strax ef ekki bara hringið á alla. Þetta var það lítill hópur. En við þekkjum öll gatekeeperinn og það er svona kannski flóknar að hringja þannig að það þarf að nálgast þessa aðila einhvern veginn öðruvísi. Þannig að ég ætla að keyra hérna vídeó. Það er vísu á ensku en þið eru öll bráðgáfuð og útskipta kannski aðeins betur fyrir ykkur þegar vídeó er búið.
rétt upp hönd sem skildi hvað var að gerast. Ok, þannig að meiri hlutin skildi. Ég ætla samt að taka útskýringuna aðeins lengra. Þeir sem sagt koma til okkar og segja, heyrðu, hérna, við þurfum að ná til þessa fólks. Af því ástæða fyrir ég ætla að útskýrta fyrir ykkur að við í raun og veru netráðgjafarnir sem komum að þessu, við gengum kannski lengra en stendur hérna í myndbandinu. Við vildum nánast fara í persónu njósnir, sko. En hérna, þetta var þannig að þeir kom til okkur og við þurfum að ná til X marga í heiminum. Við getum aldrei farið bara auglýst. Það mun kosta ógeðslega mikið og meika engan sens. Þannig við segjum, ok, sendum eitthvað og við höfum heillengi að reyna átt okkur á því hvað það var. Það sem við getum mögulega sett köku í varan hjá þeim. Og það var flókið kannski, við gátum ekki senda þeim linka þegar við vitum kannski fáum myndu smetla á hann og annað slíkt. Og ég vissi það svo sem að, og ástæða fyrir því að ég ráðlegg engum að gera þetta í dag, er það að það er náttúrulega enginn að fara að taka USB bara einhvers staðar hérna, ef ég myndi rífa upp USB-lykil núna, það myndi örugglega einhver bara fella mig og henda mér út hérna. Að í dag erum við ekkert að setja USB-lykil bara hérna hvar og hvernig sem er. Hins vegar, þetta er sjávarútvegurinn og í gegnum Íslandsstofu hef ég aðeins unnið þar og þar voru menn bara ennþá með túbuskjá og ég bara vissi að menn mundu gera þetta. Ég ætla að hafa mína ágiskun. Eitthvað sjávarútur, ég vil lamir hérna eftir. En allavega. Og eins og bara sýndi sig að það var staðan og við sendum út þessa flöskur með þessum USB-lykli og viti menn rifið þetta úr og fór í og það birtist til síða. Og það sem kannski kemur ekki fram þarna nógu skýrt er það að hver einasti maður, hver einasti USB-lykill er í raun og veru með sína eigin heimasíðu. Þannig að urlið er í raun og veru algjörlega uník. Það er bla 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 / John Doe. Þannig að við vorum hinum megin á Google Analytics og ég sá bara, já, Jón í Noregi var að opna, hringið í hann. En þeir vildi ekki gera það, af því þeir voru svo hræddir að Jón myndi bara fá símdali, já, ég sé að þú varst að opna síðuna, bara, wow. Þannig að þeir voru svona hræddir það að menn myndi fara í panikattack. En í staðinn fyrir, þá auðvitað erum við að því hann leið og hann setti USB-inn í, þá opnaði síðan og ég með köku í varan hjá honum. Í framhaldi, þá fer hann að skoða fréttameila eða eitthvað svoleiðis og við þá birtum borða til hans í gegnum Google AdWords. Þannig við erum alltaf að ná honum. Þannig að þeir létu nú alltaf svona 2 til 3 á 4 daga líða og hringdi í hann og það var náttúrulega miklu heitari. Og niðurstaðan í raun og veru var þessi. Og í raun og veru þetta átti í raun og veru bara að vera verkefni sem átti bara að vera í einhverja nokkra mánuði en þeir hafa bara ákveðið að halda áfram af því þetta bara einhvern veginn menn er ennþá að setja USB-lykilinn í, sko. Þannig að niðurstaðan er svo að hvort við séum B2B eða B2C þá þarf alltaf að huga að umferðarhlutanum af því að heimasíðan ein og sér án umferðar er algjörlega gagnslaus en líka það bara að sækja eitthvað og án þess að mæla algjörlega niður í þaula konversjónið eða hvað af þessu breytist í raunveruleg viðskipti og ég veit að það er rosa auðvelt að standa hérna megin og segja það er oft flókið og kannski algengasta flækjustigið er til dæmis greiðslu síður í dag. Það er oft svona erfitt þegar þú tekur mig af, ef ég panta vöru, seti í körfu, bing, fyrir okkur að greiðslu síðu þá ertu búin að missa mig. Það er alls ekki svona challenge á leiðinni en ég segi sko við þurfum alltaf að reyna að hugsa mælingunni alveg eins langt og við getum og þess vegna eins og mælaborðið að náðan, það var geggjað. Þannig að menn séu bara alvörun að sjá hvað sé að skila og hvað ekki. Og ég tek alveg rosalega skýrt fram, alveg eins og með vefsíðuna. Ég er oft spurður bara, vefsíðan okkar, nefnir að horfa á hana, er hún góð eða? Ég veit það ekki sko. Ef ég vissi það þá væri ég billjónir af því ég væri bara með þessa einu síðu sem virka alltaf. En það er bara, markhópurinn er bara svo misjafn. B2B, B2C, allt þetta. Við nálgumst þessa hluti aldrei eins. Þannig að þetta er bara mæla og síðan kemur notendaprófunin, þannig ég er alveg búinn. Þá kemur notendaprófunin að við bara breyta því sem virkar ekki. Það er því að vefsíðan er svolítið eins og svona fæðing fíls eins og við varum að segja áðan sko. Að einhvern veginn bara, nei heyrðu, þetta tók alveg hálft ár, ég ætla ekki að fara að breyta neinu sko.
En það getur alveg ótrúlegt bara að breyta takka í bláan eða grænan eða færa hann til hægri eða vinstri. Það er bara undarlegt hvað það getur oft virkað. Þannig að AB-testing, prófanir og mæla.